Já, góða kvöldið og velkomin að Rauðaborðinu og í kvöld ætlum við að ræða um verkamannabústaði sem var uppbygging félagslegs húsnæðis, eignaríbúðir sem voru byggðar hér upp úr 1930 og var kerfi sem var svona megin þátturinn í félagslega húsnæðiskerfinu allt þar til að það var einkavætt, fólki var leyft að selja út úr því, þetta var lokakerfi þar sem að þú bjóst í húsnæðinu og svo þegar þú fórst út úr því þá seldur þú íbúðin aftur inn og hún kom til endurúthlutlunar, þannig að hægt og bítandi byggðist kerfið upp og voru yfir 10.000 íbúðir þegar hægst var, þegar það var lagt af. Og ef það hefði haldið áfram að byggjast upp með sama hraða og hafði verið árin á undan, að þá værum við líklega með 20.000 íbúðir í verkamannabústöðum í dag, en svo ekki, því að kerfið var eiginlega lagt niður. Til þess að glögga okkur á sögu verkamannabústaðana höfum við fengið það fólk sem að þekki málin best, það fólk sem að bjó í verkamannabústöðunum, sumir ólust upp í verkamannabústöðum sem að hinga koma, aðrir keyptu sig inn í kerfið, sumir seldu út úr því aftur og sumir búa meira sig ennþá í húsnæði að í eld sem að er í gamlar verkamanna í bústaðar íbúðir. Þeir sem eru hérna eru Þórir Gíslason, Reinhold Richter, Þuríður Herdís Sveinsdóttir, Heiða Rúnarsdóttir og Albert Einarsson. Þau eru svona hér og þar heiminn. Albert til dæmis í Noregi og ég ætla að fá að byrja á honum. Albert, hérna, þú ólst upp á Siglufirði sem kannski ekki það sem fólk hérna fyrir sunnan hugsar þegar hugsar verkamannabústaðina. Flestir hugsa kannski Breiðholtið eða fyrstu verkamannabústaðin á Hringbraut, en það voru líka verkamannabústaðir á Siglufirði. Kanntu að segja okkur eitthvað frá þeim? Já, ég fæddist nú í verkamannabústað í kjallaraíbúðinni í síðri endanum á ysta bústaðnum, þess að vera mjög nákvæmur á þessu. En þessir bústaðir, þá voru byggðir bústaðir, verkamannabústaðir, 2 blokkir á fyrir stríð. Og síðan voru byggðar þessar stóru blokkir sem eru út með firðinum þar sem ég fæddist. Það eru 30 íbúðir í 3 blokkum. Það er svo stundum skrítið að kalla þetta blokk, þannig að við kölluðum þetta aldrei nokkuð tíma blokk. Þetta voru bara í verkamannabústaðirnir. En þarna fæddist ég og var lagður í kartöflukassa, af því það var ekkert annað til taks. Og mér leið mjög vel þar. Pabbi, hann var einn af framamönnum að byggja þessa bústaði, eða semst í félagsskapnum. Það voru verkalýðsfélögin sem stóð á bak við þetta. Og þetta var mjög mikið átak og ég búin að vera að lesa mikið af bréfum sem að pabbi skrifaði til þá kærustunar, eða hennar sem var síðan konarnas og mamma mín. Og það sem að hann að velta fyrir sér húsnæðismálum á Siglufirði. Og þetta svona 1945-46 og upp úr því kemur þessi hreyfing að byggja þessa bústaði. Þetta var gífurlegt átak. Og þetta eru stór hús, það eru 3 sem standa svona í röð. Ég alveg sammála það svona, ég veit ekki alveg hvort að myndi kalla þetta blokk. Þetta eru kannski svona stigahús eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru myndarleg hús. Já. Næstum því svona fungis stíll á því, en þetta eru falleg hús. Ég alltaf með þessi hús sem skjámynd á tölvunni minni. Það svona skapar ákveðna stemningu og þarna heim, sem sagt, í mínu huga. En það sem að í minningu minni þessi verkamannabústaði, það lífið í bústöðunum, það svona samheldnin og hvernig fólk, allflestir áttu sem sagt það sameiginlegt að vera verkafólk, vera vinnandi fólk og það þýddi það að hjálpa hvert öðru. Við erum svolítið varfið það vegna þess að við vorum fyrsta íbúðin eða pabbi hann vann hjá Póst og síma og þar alveg þá fékk hann á pósthúsinu, þá fékk hann síma á undan öllum öðrum. Og það að hafa síma voru jú forréttindi, en það fylgdi því líka við vorum endalaust send í íbúðir í sama húsi eða næstu húsum til að sækja fólk í síma.
og þar með fengum við oft að heyra svona ýmislegt sem að fólk var að tala í síman, þetta var nú ekki símaklefi, síminn var bara í ganginum. Hvað ef ég má spyrja íbúðina sem þú bjóst í, hvað voru þið mörg í hvað stórri íbúð? Við vorum 4 í pínulítill íbúð, hún var minni en 50 fermetrar. En þarna var sem sagt 1 svefnherbyggi og stofa, og stofan var hálf niðurgrafin, þar að segja að hún sneri upp að götunni og þar af leiðandi voru annar glugginn á stofunni var bara rifa, eða svona mjór gluggi efst við á veggnum, og síðan var bað og eldhús, og svo inn af eldhúsinu þar var svolítið kompa, geymsla, sem að í mörgum tilvikum var síðan nýtt til þess að setja inn í koju fyrir krakka. Þannig að við bjuggum, við systkini, við fáum í búrinu, sem sagt. Kanntu það í þinni fjölskyldusögu hvernig foreldrarnir bjuggu áður en þau fluttu í verkamannabústaðina? Var mikil húsnæðisekla á Siglufirði á þessum árum? Já, sko þetta náttúrulega uppbyggingatíminn, sko, síldarverksmiðjurnar eru byggðar þarna, SR46, og það mikil uppgrif, það mjög mikið af fólki sem flytur til Siglufjarðar. Og fólksfjölgunin var sem sagt mest á þessum árum. Árið áður en ég fæddist, 48, þá eru Siglfirðingar yfir 3100 og eitthvað. Og það er hæsta tala íbúa þar. Og við vorum gríðarlega mörg, við erum yfir 90 í árganginum. Og það var sem sagt mikil skortur á húsnæði og pabbi og mamma, þau voru að búa svona hingað og þangað, sko, saman með öðrum og með fjölskyldunni, því að pabbi, mörg systkina pabba fluttu á svipuðum tíma og þau byggðu saman hús sem sagt og byggu þar þétt og síðan flytja þau í þetta sko árið áður en ég fæddist, þá flytja þau í verkamannabústaðinn. Var þetta þannig að krakkarnir úr verkamannabústofunum, var það svona, þótti það að vera gott eða þótti það að vera slæmt að vera úr verkamannabústofunum? Var þetta slömm? Nei, sko, ég man aldrei eftir því að það væri nokkur tíma að tala um að það væri nokkur munur á þeim sem byggu í verkamannabústofunum og annars staðar. Jú, auðvitað var stéttaskipting á Siglufirði eins og annars staðar og á Íslandi, en við, þetta var, sko, minn vinur til dæmis, hann bjó í einbýlishúsi og við ræddum það aldrei, það var aldrei munur á því. En foreldrarnir, þegar þú fluttir að heiman síðan, bjuggu foreldrarnir áfram þarna í verkamannabústofunum? Nei, sko, síðan það að þegar við erum komin, systkinin erum komin svona, ég orðið þá 10 ára, þá fer þetta verða svolítið erfitt og lítið, sko, og þá kaupa þau neðri hæð á húsi sem var verið að byggja, eða sem var í byggingu eins og á þeim tíma og alltaf eftir það, og fólki að það var að flytja inn í hálfkara húsnæði og við vorum lengi 2-3 ára að vinna úr því, sko, að gera það klárt en við fluttum inn. Þannig að við fluttum í annað hverfi. En þetta er ekki verkamannabústaðir í dag? Nei, þetta eru kannski, núna er þetta heldur bara sjálfsegna íbúðir, sko. Þetta var eins og þú varst að tala um að kerfið var eyðilagt. Sérðu eftir kerfinu? Alveg stórkostlega. Þetta er alveg hreint, þetta er skelfilegt hvernig, sko, húsnæðiskerfi sem var félagslegt og hefði átt að vera til ennþá. Hvernig þetta var eyðilagt, en hins vegar þá hafa menn reynt í einhverju svona búsetta fyrirkomulagi og fínlíku að koma af stað einhverju félagslegu, en þetta var allt annað. Þetta miklu svipað, miklu líkara því sem til í Danmörku, þar sem eru 100.000 íbúða í svokölluðu þriðja kerfi, getum við kallað. Það að segja að fólk getur keypt húsnæði á kostnaðarverði og það selur það á kostnaðarverði. Það selur það sem sagt áfram innan kerfisins.
Þannig að það engin sko, ekki sama verðmæta eða verðaukningin þar, önnur heldur en bara eðlileg sem sagt vísitölu eða sem sagt viðbót sem kemur vegna endurnýjunar og svo framvegis. Þannig að þetta kerfi var stórkostlega gott og hefði átt að halda áfram, að mínum að. Herðu, Heiða, hérna, má ég spyrja þig, hérna, þín reynslu af verkamannabústaðnum? Já, endilega. Ég, eins og hann, fæðist bara í verkamannabústað. Foreldrar mínir sem sagt voru í Fellunum og ég fæðist 73, þannig að fellin öll að byggjast upp og hérna, mín reynsla bara þetta var stórkostlegt að alast upp hana. Það var algjörlega stórkostlegt. Það var ekkert nema bara allt fullt af börnum, allir vinir í öllu stigagangum, allsstaðar á milli. Svo þetta einhver hérna, það einhver raðhús og eitthvað fleira í Fellunum, en það voru allir, allir bara alltaf saman. Og það skipti engu máli hvaðan þú komst. Og hérna, en svo þetta mín reynsla líka svo að hérna 94, að þá kaupi ég sjálf í þessu hverfi sem einstæð móðir, eða í þessu kerfi sem einstæð móðir. Og hérna, en það var ekki auðvelt. Ég hérna var rúmlega 20, bara 21 árs og hérna var búin að vera að leigja ein með barn og var að borga, ég man eftir 35.000 krónur í leigu að 2 herbergja íbúð og á þessum tíma var ekkert sem hétu húsaleigubætur eða annað. Þú fékkst enga aðstoð sem einstæða foreldri við að borga leigu og annað. Á þessu tíma sko þá þeir að byggja, ég bý í Kópavoginum á þessum tíma því að foreldrar mín að fara úr verkamannakerfinu árin 83, þá selja þau íbúðuna sína eða losa sig úr íbúðinni hérna í Breiðholtinu og fara í Kópavogin. Þannig að ég hafði alltaf alist þar sem sagt í Kópavogin, þannig að þarna þegar ég rúmlega 20 þá sæki ég íbúð í þessu kerfi í Kópavoginum. Og þá einmitt verið að byggja hjallana í hjöllunum, verkamann íbúðir og niður í hérna Rimakverfi og hérna og ég sæki og ég fæ bara flatt nei að ég sé of tekjulág og þeir geta ekki séð fram á það að ég geti borgað af húsnæðinu en samt var ég að borga miklu hærra í leigu, skilurðu, þannig að samt svona svipa og í gangi í dag. Ég bara var svo heppin að eiga góða foreldra og hérna pabbi minn bara sendi bréf til húsnæðisstofnunar í Kópavogi og hérna sagði að hann myndi hjálpa mér með þessu útborgun sem voru 5% sem voru einhvern 500.000 kall þá. Og þar lendi get ég keypt og þeir hleypa mér í gegn. Ég veit ekki heppin og ekki heppin, en þeir höfðu keypt íbúð líka svona stangli í Kópavoginum, Kópavogsbær. Og ég fékk íbúð í Furugrundinu og ég sem sagt þá ekki í neinu svona verkamanna bústadshverfi. Þetta allt svona einhverja eignaríbúðir. Og hérna, og ég býð þar með mín börn að borga alveg 15.000 krónur minna á mánuði, heldur en ég hafði borgað í leigu. Þannig að þetta bjargaði mér að komast áfram að geta átt mitt eigið að vera ekki föst á leigumarkaðinum. En þarna þegar barni í Fellakverfinu, nú stundum talað það svona félagslega blöndun og það talað Fellakverfi sem svona mistök, það við ættum ekki að endurtaka það að byggja svona mikið af húsnæði á sama stað fyrir tekjulága. Þín reynsla af uppvextunum í slíku hverfi, þú lýstir því eins og bara himnaríki, að þetta verið dásamlegt í Fellakverfinu. Já, fyrir mér var það draumur í dós. Þetta var bara, allir krakkar alltaf út á kvöldin að leika, voru allir, ég man ekki eftir neinu neikvæði. Mér fannst æðislegt að alast upp þarna. Við vorum hérna í Torfufellinu. Og ég meina þetta alveg lengi það lokað. Þetta alveg lokað svæði þannig að þeim meginn sem auðvitað þar sem að bílaplanum svo hinum meginn bakvið þar sem að svalirnar og það var bara leiksvæði fyrir börnin sko. Og það voru ekki bílar eða neitt.
Og ekki heldur hann með fram löngu vitleysunni, það var líka svona aflokað svæði. Já, en þannig að fyrir mér sem barn að alast upp í þessu var stórkostlegt og ég veit það fyrir fleiri, að því að ég held ennþá samskiptum við fólk sem ólst með mér í minni blokk. Við höfum haft reunion og fleira og og það eru allir með sömu upplifuna að þetta var svo, það skipti engum máli hvað gamall, það voru bara alltaf allir saman, bara út í leikjum, út að leika, hlaupandi á milli íbúða, samstæðan á milli foreldra, svona ef einhver þurfti að vinna lengur, þá var bara hinn foreldrinn í næstu íbúð sem tók við barninu. Þetta var bara stórkostlegt. Svipað og Albert var að lýsa miklu fyrr á Siglufirði, kannski 20 árum áður en þú ert í Breiðholtinu, og þá var hann að alast upp við sambærilegar svona sterkt samfélag á Siglufirði. Já, þetta er ótrúlega sterkt samfélag og ótrúlega flott samfélag og ég saknaði þess að þetta skulle ekki vera til enn þetta í dag. Herðu, þá er það næsti gestur, Reinhold, þín kynni af verkamannabústofum. Þú ert ekki aðeins upp í verkamannabústaði, það? Nei, ég get nú ekki sagt það, sko, ég fer í verkamannabústað þegar ég er 12 ára gamall og hætti að alast upp eiginlega og það er svona, ég er svona fyrsti Breiðholtsvillingurinn, flutt á Bakkana. Þetta eru framkvæmdanefnda blokkirnar sem voru byggðar upp úr kjarasamningnum sem var 65 held ég. Og mamma var svo heppin að fá hann inn. Hún var þá með 4 börn, einstæð móðir og bláfátæk í 3 vinnum. Og ég lendi þarna á svona óheppinum tíma að svona mína rætur úr frá Njálsgötunni þær og Austurbæjarskólanum rofna þarna og unglingarnir í neðra Breiðholtinu áttu margir hverjir frekar erfitt uppdráttar, þarna bara hrúaðist inn fólk, sko, byggðar þarna framkvæmdanefnda blokkirnar voru 6 og það eru 50 íbúðir rúmlega í hverri blokk, sko, þannig að þetta voru ansi margar, þetta voru yfir 300 íbúðir þar. Og þá 5 af þessum blokkum voru svona verkamannabústaðir og 1 var leigublokk sem borgin keypti af framkvæmdanefnd. En já, svo sem ekkert slæmar minningar þarna, sko, en frá þessu og þetta var bara æðislegt að fyrir mömmu að fá þetta öryggi að vera komin í eigin íbúð, sko. Hvernig voru aðstæður ykkar áður en að hún fær útlutað í verkamannabústað? Þá var mamma að leigja og við bjöggum mjög þröngt og hún þurfti að leigja út svona forstöðuherbyggi til þess að skrimta. Hún þurfti að vera í 3 vinnum og hún var að vinna að skúra upp í kennaraskóla, hún var að vinna í þvottahúsi Ríkisspítalana og hún var að aðstoða fólk. Hún var í svona heima aðhlynningu fyrir eldra fólk að taka til hjá því og skúra og eitthvað slíkt, þannig að þetta voru svona frekar erfiðar aðstöður hjá okkur. Já, þannig að þetta var breytt miklu fyrir hana og orðið betra þótt að það verið erfitt fyrir 12 ára dreng að vera slitin upp úr einu hverfi og settur inn í svona hverfi þar sem var mikið rót. Á sama tíma á að Heiða fæddist 73, ef ég skildi söguna rétt í Torfafellinu, þá flutti fjölskylda mín einmitt upp í Unnufelli í verkamannabústað og ég var 12 ára eins og þú að flytja og ég náði ekki að festa rætur í Fellahverfi, heldur var svona með aðannan fótinn ennþá niður í Vogahverfi alltaf. Já, þetta er svona svipað hjá okkur, greinilega. Já. En svo halda ára með söguna. En svo byrja ég náttúrulega bara fljótlega að vinna upp úr 14 ára aldri eins og eðlilegt er og en svo löngu seinna þegar ég er 30, 86, þetta var 68 sem að við fluttum í Breiðholti og 86 að þá kaupi ég ásamt unnustu minni þá sem er núverandi kona mín, við kaupum verkamannabústað í Ártúnsholtinu. Og við höfum sótt þetta og mér minnir að okkur hafi verið hafnað í einhverju úthlutun og svo kemur þessi úthlutun og þá fór ég og talaði við nefndina, það var svona nefnd sem að úthlutaði þessu og ég talaði við einhvern þingmann og einhvern verkalýðsforingja og ég man nú ekki hvað ég talaði við marga
og þeim leist nú ekkert allt og vel á kauða, en svo kom upp úr dúrnum að það var bara erfitt að selja þessar íbúðir. Það og hefði ég vitað hvað þetta var erfitt, þá hefði ég aldrei þórað að fara út í að kaupa þetta raðhús með bílskili, og maður þurfti að borga bílskili að fullu og 10% af andvirði eða söluverði íbúðarinnar. Þannig að þetta var 17% sko af heildarverðinu sem við þurftum að greiða til að komast inn, og þessar íbúðir kostuðu 3,5 milljón eitthvað svoleiðis á sínum tíma, og þannig að þetta var 590.000 kall held ég sem við þurftum að borga, og aftur náttúrulega ekki krónu, en einhvern veginn að þá fyrst að maður komur á stað þá leitaði maður út um allt, og staðfestingagjaldið tók ég einhvern víxil fyrir, og fékk svo lán seinna til þess að borga þann víxil, og restina fengum við svo lífeyrissjóðslán, þannig að við vorum með 100% lán þegar við fórum inn. En í dag sko, þessar íbúðir í dag, það eru í kringum 60 milljónir, þannig að þetta hefði verið svona 10 milljónir í núvirði sko, en ég veit nú ekki hvort að það samgjald sko, því að það hefur verið svo mikið bólga á húsnæðismarkaðunum að ég held að húsnæði sé komið langt yfir byggingakostnað. Þannig að þú býrð ennþá í íbúðinni sem þú keyptir inn í verkamannabústöðum? Já, ég bara býð þar ennþá. En nú var það þegar það var leyft fólki að vera að selja út úr kerfinu, en þú hefur ekkert gert það, þannig að þú ert kannski svo síðasti sem er inn í kerfinu. Nei, ég segi það nú ekki. Sko, ég er náttúrulega ekki inn í kerfinu því að Páll Pétursson eyðilagði það, og Halldór Ásgeirsson og Ásgeirsson segi og Davíð Oddsson. Og þetta byrjaði svona 95 að brjóta undan þessu kerfi, og 2002 sennilega þá var þetta gefið frjálst alveg, en þá var búið að hækka vexti upp í markaðsvexti og svo framvegis, þannig að það var svona smátt og smátt verið að mylja undan þessu, og þannig að sko, ég held að það hafi ekkert verið byggt inn í þetta kerfi síðan 98, þá voru 11.000 íbúðir, varstu ekki að segja það í upphæð, eitthvað svoleiðis sem voru til í kerfinu. Og síðan hefur ekkert verið byggt inn í verkamannabústöðum sko, og sem er algjör synd. En mér datt aldrei í huga að fara í hann, og líti ekki á sko, ég hefði alveg geta verið bara í einhverju leigukerfi sko, ég þarf ekkert endilega eiga húsnæði, ég þarf bara að borga sanngjarnt verð fyrir að vera í húsnæðinu sko, það er svona mitt motto. Já, en ertu búin að borga íbúðina núna? Já, við vorum náttúrulega með þessi verðtryggðu lán, sem voru bara opbóðslega flott. Það var gott að ráða við að borga þetta, maður svona var ekkert í neinu kerfi þó að kemur eitthvað verðbólguskot, það hækkaði náttúrulega höfuðstóllinn, en maður gæti líka borgað inn á þetta þegar hægði sko, þá borgaði maður bara upp lánið, og það var aldrei neitt vandamál með þetta lán sko. Er raðhúsið sem þú býrð í, er það hluti af svona verkamannabústaða hverfi? Ert þú með einhverja svipaða minningar og Albert og Heiða að það hafi verið gott samfélag, eða er það svona slakt raðhús sem er kannski ekki svona líkt og Fellahverfin eða blokkirnar á Siglufirði? Ja, þetta er svona hverfi, og fyrstu árin þá var svona stemming þá við sópuðum göturnar og héldum svona veislur á sumrin, og bara sem allir komum saman í, og svona frumbyggjarnir voru með það var mikil tengsl á milli svona og þetta var svona svo lítið þorp, og en svo leið og fólk verið að selja út úr þessu, þá hrundi það og sá mórall alveg niður. Þannig að það fylgdi því svona góður bæjarbragur eða hverfisbragur á því að fólki væri svona með líkan bakgrunn. Já, það gerði það. Og þetta fólk sem kom hingað, það var náttúrulega sko flestir voru svona sko, þú veist, þurfti að hafa fyrir því að það var bara ekkert ódýrt að komast inn í kerfið þá, en þegar var komin og ef þú réðst við lánin sem þurftir eða áttir fyrir innborgun, þá leiðir vel í þessu kerfi og hafðir engar áhyggjur af, við sem svona þekktu það að vera húsaleigumarkaði, þetta var bara algjör, bara himnaríki að komast inn í svona
fasta tilveru þar sem þú sér það, ég býð hérna þá, maður það var bara allt annað líf. Síðasti maðurinn í verkamannabústofnum. En Þuríður, má ég spyrja þig bara sama hátt og hinn, svona hver er þín reynsla af verkamannabústaðakerfinu? Herðu, ég kynnist þessu kerfi 86. Þá kaupi ég fæ útlitað í Seljakverfinu, Tunguseli. Og ég segi, það var mjög frekar erfitt að komast inn. Það var allt í gegnum klíkur, verkalýðsforingjar og ráðherrar og svona. Og það var líka þetta með útborgunna, maður þurfti að eiga hana bara 1, 2 og núna. En allavega það hafðist og ég flutti inn og mér leið rosalega vel þarna. Og bjó þarna þangað til 2001. Að ég seldi hana í græðgisvæðingunni. Þú seldir því út úr kerfinu? Kerfið var farið þá. Já. Þá gat ég selt á frjálsum. Já. Og það má ég spyrja það, því þú nefndir það að þurfa að tala við verkalýðsforingja. Ég man að mamma þurfti að tala bæði við Gvendi Jaka og Magnús L. Sveinsson til þess að fá útlutað og kom ekki í góðu skapi af þeim fundum, fannst þetta að vera niðurlægjandi að þurfa að beygja sig fyrir þessum herrum. Það var bara mjög. Kannt þú að segja frá því? Hverju þurftu þú að sleikja ykkur upp til þess að fá útlutað? Hún var í verkakvennafélaginu og hét Ragnar Bergmann. Ég kannski bjó vel að því að hún var vinkona mömmu. Og man ég ekki, það var einhver á þeirra og ég man eitthvað einmitt að Páll Pétursson kom einhver þarna við sögu líka. Og jú, þetta var þetta leiðilegt að þurfa að fara svona betli bón og þurfa að skrifa eitthvað líka bréf til nefndarinnar, þú veist að ég byggi við svo lélegar aðstæður og eitthvað svona. En bjóstu ekki við lélegar aðstæður? Ég bjó hjá mömmu og pappa með mann og 2 börn. Já, það þykja ekki góðar aðstæður, ekki þá og ekki núna heldur. Nei, ég sjálfur sér ekki sko, en við höfum það ekkert slæmt, skilurðu. Nei. En já, þetta er eiginlega, ég á ekki rosalega langa sögu og enga minningar nefnum bara þetta. Mér leið rosalega vel þarna, þetta eru mestu mistök sem ég gerði, það var að selja þetta. Já. Og fæ eiginlega tár í augunni hver skipti sem ég horfði þarna upp í hverfið. Já. Börnin mín óstafnir. Já, Seljakverfið þykir verið eitt best skipulagða hverfi í Reykjavík. Var íbúðin þín í svona klasa með öðrum íbúðum og verkamanna íbúðakerfinu og kannski félagslegum leiguíbúðum? Eða? Þetta var bara verkamannablokki. Það stóðu svona sér neðst í hverfinu. Já. Og þegar þau voru að tala svona gott samfélag í kringum þessar blokkir, kannast þú við það líka? Nei, ég kannast ekki við það. Þetta var komið svo mikið losarabragur þegar ég kem þarna inn. Já. Og svona fólk farið jafnvel að leigja þær út bak við tjöldin og líki stærra. Já, og þú sagðist að það var keypt hvað 88 eða 87? Nei, 6. 86. Já. Ok, en þú segir áðan að þú segir ennþá eftir að hafa selt hann út, má ég spyrja af hverju? Hefur verið við óöryggi í húsnæðismálum síðan þá eða? Já, í raun og veru, því að ég sel hana og kaupi mér á frjálsum og svo missi ég það allt þarna 2008 og 2009 og eiginlega búin að vera leigumarkaði síðan, þangað til bara núna í haust að ég náði að kaupa mér inn með hlutabótaláninu. Já. Bara til að fá svona öruggt skjól. Já. Þannig að þú hefur eiginlega lengri reynslu af óbærilegum húsnæðismarkaði heldur en að verkamannabústofum. Já, í raun og veru kannski. Í raun og veru, já. En Þórir, já, þú mátt halda áfram. Nei, þetta er alltaf. Ég hef ekkert meira svo sem að segja. Já, ég spyrði eitthvað aftur og eftir. Þórir, hver er þín reynsla af verkamannabústofum? Hún er eiginlega bara mjög góð. Ég kem hér skítblankur
unglingur í Fell og á þá orðið konu og heitt barn og bjó svona eiginlega bara í einu herbergi hjá tengdamömmu og minn tengdaforeldrum sem að mér fannst nú ekki góður kostur, þannig séð. Og innan var náttúrulega bara verkamenn að vinna af ódýrari sortinni, þannig að tekjur voru eins og þær voru. En svo kom það upp að það væri ákveðið hér í sveitarfélaginu, Fellahreppi, sem þá var, að byggja 3, það má kalla þetta raðhús. Hér sem sagt, og áttu að vera 5, en það átti að byrja á 3. Og við sækjum og ég svo sem veit nú ekki hvort það var einhver sérstök klíka í því, ég held nú svo sem ekki. En allavega vissi ég ekki til þess að ég hefði neinn aðstöðu í klíku. Þannig við fengum hér inni og þá voru náttúrulega góður á því því að við þurftum að borga 10% út. Þetta er rauninni 81 og svo flytjum við hér inn 82 vorið. Og við fengum lánaða nafn hjá tengdaforeldrum mínum sem sagt til að taka lán sem á þeim tíma var rétt 100.000 og þessi lán voru sem sagt aðallánið í húsinu var náttúrulega snild að því leyti að fyrstu 2 árin var rauninni bara borgað vextir til þess að gefa mönnum andrými til þess að bjarga sér út úr hinu. Og það er bara barist á hæl og hnakka þessi 2 ár og við náðum að klára rauninni þessu útborgun áður en að hitt byrjaði svona nokkuð megin. Og þetta var bara algjörlega dásamlegt því að hér flytjum við inn í fullbúið hús, eða ég kalla það fullbúið þó væri náttúrulega laga garðinn. Það var gert ráð fyrir litlum bílskúr hérna sem að vísu var ekki byggður, það var bara hugsað þannig að við myndum byggja hann þegar við hefum efnaði, sem að svo var. En húsið sjálft bara klárt og þótti nú vísu dýrt með það sem var að byggja þá. Lánið hljóðaði upp á 912.000 og framreiknað í dag með lánskjara vísitölu sem þá var notuð, þá er þetta sama lán 23 milljónir rúmlega. Þannig að þetta hús hefur kostað það bil 26 milljónir á núvirði. Núna er ekki hægt að byggja tveggja herbergja skonsu fyrir minna en 40-50 milljónir. Ég er ekki alveg að skilja þetta. Þá notuðu menn handsægir og hjólbörur til þess að keyra hér steypu og slá upp, en ekki kerfismót og steyputellur. Þetta hús er mjög vandað og hefur staðið sig algjörlega bara með mjög vel. Og mér er ekki dottið í huga að færa mig, jú, mér hefði dottið í huga, en sem betur fór var aldrei neitt af því. Og þú er búið þarna í rúm 40 ár? Já. Og bý hér enn og er ekkert að fara. og já, eins og ég segi, þetta er algjörlega snilld. Og ég held að börnin okkar á fleiri, það væri betur stattir ef þetta væri ennþá í gangi. En vandamáli við kerfið svona fyrir litlu sveitarfélögin var það að þau voru rauninni skyldu til kaupa af þeim sem að ákveða að fara. Og þá var náttúrulega verð á húsnæði mjög lágt og þau voru að lenda í því á mörgum þessu litlu stöðum að það gátu ekki selt aftur. Það var svona galli á kerfi. Það var kaupskylda á sveitarfélögunum og þegar það hafði lækkað verðið á viðkomandi sveitarfélagi þá voru þau að kaupa raunverulega af þeim sem voru að selja út úr kerfinu á yfirverði miðað við markaðsverði sem var þá. Já, það var svona það sem að sveitarfélögin sérstaklega út úr land voru að berjast við og reyndist mörgum þeirra bara dálítið erfitt
Og þau gátu náttúrulega ekki selt aftur á svona, það ekki, þannig að íbúðunar í verkamannabústunum væru dýrari heldur en almennar íbúður, þannig að þau gátu ekki selt aftur inn í kerfið með sama hætti. Já, allavega ekki mikið dýrari. Það, en að vísu var þetta hús svona heldur dýrara heldur en hús voru sem sagt í byggingu hér þá. En í staðinn var þetta hús náttúrulega eftir að hyggja náttúrulega munu vandaðara heldur en þau sambærileg hús sem var að selja þá, eða ekki sambærilegt hús sem var að selja þá. Og í dag hefur þetta þótt svona dálítið bröðulega að byggja svona fínt hús niður við hinn. Já, það reyndar sko, við höfum rætt að hérna við Rauðaborðið að íbúðurnar sem við verðum að nefna núna til dæmis upp í Fellum og fleirum og líklega í Ártúnsholti og það kom nú fram í máli Alberts að þetta hefur verið myndarleg hús sem voru byggð þá. Það hefur verið að benda á það sem að Bjarg að byggja í dag eru sko raunverulega í samanburði við það sem í dag með minni gæði heldur en að verkamannabústaðnir voru með á sínu tíma því að þótt að íbúðurnar upp í Fellahverfum hafi verið svona raðsmíðaðar að þá voru það stórar íbúðir með stóru svona sameiginlegu rými sem það sem að verið að kvarta yfir að minni íbúðurnar hjá Bjarg í dag að það búið að skræla af því svona sameiginlega rýmið í kringu borðstofu og stofu og það sem að sko fólk dvelur nú oftast inn í íbúðum. Þannig að alveg fram á síðust, fram á bara í lokinu þá voru verkamanna íbúðurnar yfirleitt sko stórar og vandaðar. Ég vil nokkra að spyrja ykkur að því að mér sýnist þið vera gætu átt börn sem að þurfa að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og nú talað það meðal yngri kynslóðana að húsnæðismarkaðurinn drægi einmitt fram sko stéttaskiptingu að það komi að þau sem að koma að sterk efnaðri heimilum sem að geta lánað börnunum fyrir útborgunum að þau komast inn á húsnæðismarkaðinn en þau sem koma að fátækari heimilum eða fábrotnari heimilum ráð ekki við það. Þegar þið eru að skoða stöðuna sem að kynslóð barnanna ykkar eru í, finnst ykkur það að þau búi jafnvel við erfiðari stöðu heldur en að þegar þið voru ung? Ég má segja þá ekki með mín börn. Við sem sagt seljum okkur úr að ég kynnist manni á menn í býi þessar verkamanna íbúð og 2002 seljum við okkur úr þeirri íbúð þegar þetta gefur frjálst að því að íbúðum var bara alltaf lítil og vorum að koma með við vorum að koma með okkar annað barn, þannig að þriðja barni var að koma inn og vorum bara 3 íbúð. Þannig að við seljum og kaupum okkur hús og voru það heppin að geta keypt hús á bara fínu verði. Í dag hafa börnin mín verið það heppin, þó ég sé ekki með mínu fyrirverandi manni ennþá, að hann strang efnaður og býr ennþá í þessu húsi sem að við áttum og keyptum 2002 og og þau hafa haft hann til þess að hjálpa sér. En mér heyrir svona það sem að ég að því að það eru margir foreldrar á mínum aldri sem eru með börn sem eru þessum aldri sem eru að fara að kaupa sér. Þetta bara eitthvað sem þau þurfa. Þau þurfa annarkvort að foreldrarnir taki lán fyrir útborgunum þeirrar, af því að það ekki lengur hægt að fá veð eða neitt þannig, eða þau fá einhverja hjálp, þau kaupa með þeim 10% af eigninni eða eitthvað þannig. Það það sem ég heyri og ég sjálf í leigumarkaði og allt þetta og alltaf en og gæti ekki hjálpa börnunum mínum á þennan hátt því miður en þetta það sem ég heyri en ástæðan fyrir líka það sem að hefur gert mig svolítið pirraða með kerfið í dag til dæmis að fyrir 2 árum átti ég 10 milljónir, 13 milljónir inn á reikningnum mínum að því ég seldi hús. En ég fekk ekki mat að geta keypt mér annað. Að því að ég var orðin einstamóðir og ég í láglaunavinnu og þá gátu þeir ekki séð fram á það að ég gæti, þótt ég gæti borga útborgunina og allt það,
að ég geti borgað á lánunum þótt ég að borga leigu yfir 200.000. Þannig þarna hefur til dæmis verkamannakerfi komið og hjálpa mér. Í dag. Þegar bannað að kaupa íbúð vegna svo áttur ekki efna á að borga afborganirnar, en svo borgar kannski herri uppæð í leigu hver mánaðamót heldur en... Miklu herri heldur en ég hefði borgað á lánum og ég átti útborgun. Þórir kom inn á þetta dálítið áðan sem að ég var líka að segja léttilega frá sko að fyrstu þegar maður fór inn í verkamannabústaðina þá voru fyrstu 2 árin að þá borgaði maður bara vexti. Þannig að það bjargaði sko eins og með útborgun að borga hana þá niður á þeim tíma. Og maður svona réði við þetta út af því að kerfið hafði þennan liðleika og ég held að sumstaðar hafi þetta verið, fólk geta sótt lengri tíma að borga bara vexti eða var í miklu vandræðum. Þannig að þetta eitthvað sem mætti alveg að koma aftur að þegar ungt fólk að kaupa og þarf að taka skammtímalán að meðan það að greiða þau niður að þá væri stóra lánið af húsinu bara verið að greiða bara vexti af því og ég sko það nú mikið talað í verkalýðshreyfingunni að tala hátt að það að þessi 40 ára lán að þetta sé algjört eitur. Það ekki mín reynsla sko því að leið og þú hefur meiri fjárráð þegar þú kemur að seinni hluta þegar krakkarnir eru það bíl að fljúga heimanna þá hefur maður yfirleitt sko hafa fjölskyldur yfirleitt meiri fjárráð og þá hægt að greiða þessi lán bara hraða niður og en í dag sko þá virðist vera mjög erfitt að brúa þessa innborgun inn á íbúðirnar. Ég man eftir því sem þú segir að þegar ég kaupi íbúðunum mín í verkamannabústöðunum 94 að þá fyrstu 2 árin að þá var ég bara að borga vextina. Ég man eftir þessu. Albert, ertu búin að býrðu út í Noregi, ertu búin að búa lengi? Já, ég búin að búa mjög lengi. Þessu sinni 25 ár. Já, þekkirðu húsnæðismarkaðinn þar eitthvað til þess að geta sagt okkur hvort að Já, ég get gert það sko. Dóttir mín var nú að kaupa sér íbúð núna í Oslo og pínulitla íbúð í svona turni upp á 6. hæð í turni og það hún er til þess að gera svona milli launum getur maður sagt sko ekki endilega láglauna sko en þannig að hún er að reyna að merja þetta en ef að hún hefði valið að færa sig út úr borginni þá hún komin kannski bara í umhverfi sem þar sem að íbúðurnar eru á bara mestum hálfu virði sko með sonur minn keypti sér íbúð hús reyndar suður með sjó, suður með firði Óslófirði fyrir svipa verð eins og hann hefði fengið litla 2 herbergja íbúð í blokk í Oslo. Þannig að þetta er ekki, þetta er náttúrulega spurning atvinnu, þetta er spurning það hvar fólk vill búa og það er þessi endalausa ásókn í það að búa í þéttbýlinu, búa í Reykjavík, búa í Oslo. Eða í Noregi þá er það kannski meira þannig að hér er að ræða fleiri svæði, þéttbýlisvæði sem að fólk sækir inn í, sko, þannig að það er ekki bara Oslo. En það er jafn dýrt í Bergen eins og það er í Oslo. Og þetta er ótrúlega dýrt. Og ég var að sjá tölur það að hjúkrunarfræðingur í fullum launum, sem sagt 100% vinnu, getur valið úr minn en 5% af íbúðum sem í framboði í Oslo. Sem hún ræður við. Hún ræður ekki við 95%. 95% af íbúðunum eru of dýrt fyrir hjúkrunarfræðing í fullu starfi. En félagslega kerfið í Oslo, í Noregi, það er ekkert jafn stórt og það er til dæmis í Svíþjóð eða? Nei, sko, bæði Svíar og Danir hafa miklu meira leiguíbúðum. Norðmenn eru miklu meira í þessu í sjálfseignarhúsnæði
þetta gamla verkamannahverfin sem voru byggð hér sko í úthverfum Oslo til dæmis, þetta allt farið sömu leiðina eins og Íslandi, að þetta selt sem sagt fullu verði á markaði. Hér til fyrirbæri sem heitir Óbos, það Oslo byggingafélag í Oslo, þar sem að fólk gerist meðlimur og síðan hefur það þá forgang að íbúðum. En það ekkert að það verðið á fullu markaðsverði. Einu munurinn sá að ef þú átt réttindi þá getur þú gengið inn í kaup, gengið inn í sem sagt tilboð og svoleiðis sko og hérna það náttúrulega viss kostur að geta gert það en þetta kerfi náttúrulega alveg hreint sko ungt fólk kemst ekkert inn nema með aðstoð foreldra. Og það núna þungur róður, það barist fyrir því að endurvekja þetta félagslega kerfi sem maður kalla hérna þriðja sektorinn eða þriðja kerfi sem þetta að það séu byggðar íbúðir á og seldar á kostnaðarverði. Það að segja að það ekki markaðsverð sem ræður. Og síðan þegar að maður fer út úr því kerfið að selur íbúðina þá fær maður bara tilbaka það sem maður var búin að leggja í en þá maður kannski búin að leggja sér upp og geta farið eitthvað annað. En þetta kerfi, svona kerfi í Danmörku og það mjög gott og það virkilega vel sem sagt af því staðið þar. Þannig að þetta engin ómöguleiki að gera svona en bara það svo þungur róður í þessum business sem sagt húsnæðismarkaðurinn hreint og beint þannig að þar fara milljónirnar og milljardarnir út úr þessu kerfi, út af verðlagningin og engu öðru. Já, út af svona braskvæðingu og okri. Já, þannig að hérna, svona til þess að vera svolítið kannski pólitískt litaður, þá Rauði flokkurinn hérna í Noregi, hann hefur að vaxa gífurlega og hann með þetta sem eitt stórt mál í sinni stefnuskrá, það að koma á húsnæðiskerfi sem að aðlagað að verkafólki og vinnandi fólki og fólki sem ekki með þessi dundrandi stóru háu laun. Og vonandi, það einhver hreyfing á því núna í Oslo að það sé gert því að það hefur flokkurinn svolítið áhrif og það von í því. Já, þetta svipar áherslur og systurflokkur hans á Íslandi hafði síðustu kosningum og hefur haft þetta í borginni, meðal annars að búa til byggingafélag Reykjavíkur og Reykjavíkurborg byggi sjálf og svo fyrir síðustu kosningar þá var lagt fram tilboð 30.000 íbúðir á 10 árum til þess að byggja upp félagslegt íbúðakerfi til þess að fyrir þá sem ekki geta lifað af í hinnu svokallaða frjálsa húsnæðiskerfi sem að Þuríður lýsti nú ágætlega hvernig það getur leikið fólk að vera þar á berangri, það getur haft slæmáhrif. Þórir, má ég spyrja þig myndirðu vilja að verkamannabústaðirnir væru til ennþá fyrir þann sem að væri ungt fólk í dag eins og var fyrir þig á sínum tíma, kringum 1980? Ég hef náttúrulega bara það fyrir mér að ég nú bara horfa á dætur minnar. Það ég á 2 dætur og það bara tóttmál að það get ekki keypt húsnæði á opinberum markaði svona hjálparlaust sko. Og hvoru þeirra langskólagengin eða slíkt sko. En önnur búin að berjast í gegnum nám með erfnarvesinni. En þetta náttúrulega bara allt annað mál að geta komist inn í svona, komist fyrir vind og síðan getur þú hugsað það ef að hagur batnar og annað þá getur þú flutt inn í annað og selt bara þig út úr þessu. En það sem mér finnst að vísu sko var að vísu með hitt gamla kerfi var það ef þú varst allan tíman og borgaðir upp lánið þá áttir húsið þá þurfti sveitarfélagi ekki að kaupa af þér. Þannig að þetta var ekki alveg sko
þetta gat gengið, sem sagt, þú gast farið út úr því kerfi svoleiðis, sko. Já, það var ekki kannski á seinni tímanum eða ekki sem að það var hægt. Já, sko, ég kaupi mitt 81, þegar það gengir frá láninu þá. Og þá er þetta svona. Svo kemur, og þá er það á föstum vöxtum. Þannig að það er ekki fyrir en 84 sem þeir fara að hræra í því, þannig að þeir geti græðgisvætt vextina. Sem ég hef aldrei skilið, sko, ef þú ert með verðtryggingu á höfuðstólnum, af hverju þarftu það svona á háa vexti? Það er ekki alveg gengið minn þeirra hausinn, það er ekki margt. Það var einmitt þetta sem að ég lenti meðal annars í á Íslandi þegar ég bjó þar, að þá þegar að vísitala launa var felld niður og misgengishópurinn svo kallaði. Það er að segja lánin þau bara ruku áfram og launin voru frosin. Og það þýddi það að þegar ég svo varð að neyddist til að selja íbúð sem ég átti fyrir sunnan, þá sat ég uppi með 2 lífeyrissjóðslán og ekkert hús. Þannig þetta gerðist á mjög stuttum tíma og þessi hópur svo kallaði misgengishópur, hann fékk aldrei nokkuð tíma neina leiðréttingu á þessu. Þetta var náttúrulega alveg skelfilegt að rjúfa launin. En þarna þýddi það, það var húsnæðismarkaðurinn eða businessin var verndaður en hins vegar laun fólks voru ekki. Það er náttúrulega skelfilegt. Þuríður, ég þarf ekki að spyrja þig hvort að þú myndir vilja sjá verkefnabústaðakerfið til í dag. Þú eiginlega sagðir það í þinni sögu að saknaði þess og myndir vilja hafa það verið til enn þann dag í dag. Það er þetta, það er ekki hljóðið, þú verður að taka það afmjúta. Hvað segirðu? Það er eitthvað rofið sambandið, við heyrum ekki hljóðið frá á Þuríði og það er ágætt, þetta við erum búin að tala hérna í rúmar 50 mínútur og sláum botnin í þetta. Já, það er komið núna. Já, nei, ég ætlaði bara að segja að þær voru svo vel nýttar fyrir fermetur í þessum íbúðum, eins og þú sagðir mér að við íbúðunar í dag, já, ég vildi óska þess að kæma aftur upp. Já. Láttu það verða loka orðin við óskuðasöll að verkamannabústaðir verða endurreistir og eiginlega bara stórkostlegustu mistök íslensks samfélags á undanförnum árum að það hafi verið lagt niður og það er bara fróðlegt að menn myndur átta sig á því hvað eiginlega og af hverju það gerðist, hvernig það getur gerst að svona hugmynd læðist inn og er bara framkvæmt algjörlega gegn upplifun og tilfinningu þeirra sem hafa reynslu á kerfinu eins og við komum fram hér. En ég þakka ykkur kærlega fyrir, Þórir Gíslason. Má ég trufla aðeins með, ég gaf út litla bók með ljóðum frá mínum æskuárum á Siglufirði og þar á meðal er eitt ljóð verkamannabústaðina. Það er svona: blokkin, bústaðirnir, verkamannabústaðirnir, skjól fyrir vindum, veðri, vinnu, staður hvíldar, 2 hæðir og kjallari, 2 íbúðir á hæð og 1 í kjallara, örlög margra. Stofa, svefnherbergi, eldhús og bað. Pabbi og mamma, 4 börn, 2 herbergi, stofa og gangur. Þröngt mega sáttir sitja. 4 börn, 2 stelpur, 2 strákar, 1 svefnherbergi og stofa. Mamma í eldhúsinu alltaf, pabbi á dívan í stofu, hlátur, kæti, þétt kringum borð. Pappar vinna, mömmur eru heima. Mömmur sinna börnum, mömmur þvo þvotta, mömmur elda mat, mömmur passa börn, mömmur fara í búð. Pappar vinna, pappa eru ekki alltaf heima. Pappar vinna. Ég var lítill drengur í íbúð í kjallara.
Þetta er svona minning mín frá bústað. Takk fyrir þetta kannski verður þetta hefð hér yfir Rauðaborðið að fólk hafi loka orðin í bundnu máli. Þakka kærlega fyrir þetta ljóð, Albert. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Líka þér, Heiða Rúnarsdóttir, Þuríður Herdís Sveinsdóttir, Reinald Richter og Þórir Gíslason að deila með okkur reynslu ykkar af verkefnabústofunum og ég þakka hlustendum sem stöldru hér við og hlustu okkur kærlega fyrir og segi bara takk fyrir